Illugi Jökulsson til svæl. Já, ágætu félagar, það bara örfá smáatriði sem ég langar að vekja athygli á. Umræðan hefur dekkað allt það sem ég vildi sagt hafa nema 2-3 smáatriði í sambandi umræðan um 21. grein, þar sem talað friðhelgi Alþingis, menn sumir vilja sko takmarka hafa setninguna bara Alþingi friðheilagt punktur. Það getur vel verið, en ef framhaldið verður haft með enginn má raska friði þess eða frelsi, þá finnst mér mikilvægt að friði yrði breytt í öryggi, eins og er nú gefið til kynna hafi verið rætt í nefndinni. Enginn má raska friði Alþingis er hægt ef menn vilja, það er hægt að túlka það mjög þröngt, þó það hafi reyndar ekki verið gert hingað til. Þannig að mér finnst að þarna ætti þá að koma inn öryggi. Og í sambandi við eitt smáatriði í sambandi við orðalag í 19. grein, Alþingismaður verður ekki krafinn reikningsskapar utan þings fyrir það. Ef að þarna er átt við það að hann verði ekki sóttur til saka fyrir meiðyrði, þá finnst mér að ég bara segja það berum orðum, en þetta orðalag að vera krafinn reikningsskapar er óljóst. Í mínum skilningi er að vera krafinn reikningsskapar fyrir eitthvað er bara að standa fyrir máli sínu. Þannig að minnst að þarna ég að taka hlutina fram, taka skýrt fram hvað er átt við, og svo að lokum, Alþingismenn eru eingöngu bundnir við sannfæringu sína. Ég sammála Pavel það að það ætti að vera óþarfi að taka fram lög eða stjórnarskrá, en mér finnst að orðalagi þarna ætti að vera aðeins jákvæðara, þannig að menn eigi að fylgja sannfæringu sinni eða eitthvað, þá átti hann ekki vera bundnir við hana. Takk.